Já, þorrinn hófst á föstudaginn með tilheyrandi þorrablótum þar sem harðfiskurinn ómissandi. Darri á Grenivík rótgróið fyrirtæki sem sérhæfir sig í harðfiskvinnslu. Starfsmenn fyrirtækisins eru nú 15, þannig að Darri gegnir mikilvægu hlutverki í atvinnulífi Grýtubakkahrepps og það var nóg að gera í morgun þegar við á N4 vorum á Grenivík. Það var stofnað í nóvember 1996, þannig að við erum að byrja 20. starfsárið og þetta 20. þorrinn sem að byrja núna síðast liðin föstudag. Þannig að þið eru að fagna 20 ára afmæli? Já, það verður það núna og byrjuðum við mitt á því núna á þorranum að hefur gengið vel að selja. Hvað kom til að þið fóruð út í þetta, þið keyptuð fyrirtæki eða ekki frá Vestmannaeyjum? Jú, það var svona bara verið að huga sveitarfélagið að reyna að finna einhver ný störf hérna og svona og þá duttum við niður á fyrirtæki, harðfiskfyrirtæki sem var að auglýsa í Vestmannaeyjum sem var þá búið að vera að starfa í tæp 2 ár sem hét Heimavík og það var keypt hérna og sett upp og við byrjuðum 4 hérna, við vorum 2 félagarnir, ég og Friðbjörn, sem keyptum þetta upprunalega. Þannig að svo hefur þetta svona bara smá aukist ár frá ári alltaf. Það þá þess vegna sem að framleiðsluvaran heitir meðal annars Eyjabiti, það eru Vestmannaeyjar? Já, varan var í búðum fyrir sunnan, þannig að við héldum því bara og höfum svona leikið með okkur þetta nú kallað darrafiskur hérna, en höfum þá haft það bara, þetta var stytting á Eyjafjarðarbita. En á þessum 20 árum þá hefur fyrirtækið vaxið umtalsvert. Já, það hefur gert það svona bara eðlilega hægt og sígandi svona eftir efnum ástæðum og hefur gengið alltaf mjög vel að selja sko. Þannig að það hefur alltaf kallað á stækkun og við til dæmis vorum náttúrulega bara rétt að fara á stað þarna þegar fyrsti þorrinn byrjaði og vorum að selja eitthvað hálft tonn fram á bóndadegi en núna erum við að selja rétt rúm 6 tonn. Bara fyrir bóndadaginn? Já, sem búið að afgreiða í búðir og svona, það alltaf kapplöp fyrir bóndadaginn. Þannig að þetta svona, var gaman að segja frá því, það fer nú ekki mikið fyrir 6 tonnum en þetta eru 72 tonn af slægðum fiski. Þannig að nýtingin, ef við getum talað hana, hún þá einhverstaðar undir 10% sem sagt? Já, hún svona 8,2 til 8,5% af slægðum fiski, þannig að það stór hluti af út af hverju þú ert að bölva að fiskurinn sé svona dýr. Það fer mikið hráefni og lítið eftir nema bara próteini. En þið hafið alltaf eingöngu verið í harðfisknum eða hvað? Já, við höfum bara einskorðað okkur við það og það svona held ég best að það nóg að hugsa að vera bara í því að vera ekki dreifa kröftunum í meira. Hvaðan fáið þið hráefni? Hráefni höfum við fengið svona gegnum tíðina, mikið af mörkuðum og í svona beinum viðskiptum og aðalega þetta í dag sem við kaupum í beinum viðskiptum. Við erum í góðum samstarfi við Gjögur sem með frystihúsi hérna á Grenivík og erum að fá mikið fisk frá þeim sko. En þið þurfið allverulegt magnið, tekst það alltaf? Já, við höfum verið ótrúlega heppið með að ná alltaf í. Við eigum góða aðeins sem maður getur sagt, getum leitað til fleiri aðila ef menn ekki að fá og við höfum nánast alltaf náð að halda út. Við þurfum að kaupa vikulega svona 15 tonn til þess að halda upp í fullri framleiðslu. En þegar þið eruð að byrja fyrir 20 árum, var þá komin þessi vinnsla sem að einkennir harðfiskvinnsluna í dag, sem sagt rafmagn og heitt vatn, voru það hengja út? Nei, við höfum aldrei verið í því og þetta var svona, held ég á þessum árum þegar við erum að kaupa, þá þetta að byrja svona að reiða til rúms, sem sagt þessi inniþurrkun, þá þetta sett í klefa og þurrkað inni sko og orðin algengasti þurrkmátinn í dag. Það steinbíturinn vísuð hjallaþurrkaður og eitthvað ennþá en það aðalút af því að hann það feitur að hann næst ekki að þurrkast inni sko.
Vinnsluferlið frá því að fiskurinn kemur ferskur til ykkar hérna inn, hvernig er ferlið? Ferlið þannig að það til dæmis eins og núna þá erum við að fá fisk vestan á Sauðárkrók á Málmi og þann fáum við í dag og við byrjum að vinna hann 6 í fyrramálið og erum með í öðru húsnæði að vinna blautfiskinn og erum að skera úr og snirta og raða á grindur á miðvikudegi og þriðjudegi og miðvikudegi og þá er þetta sett inn í klefan og þeir ganga fram á mánudagsmorgun og þá er tekið úr þeim og ferlið byrjar aftur. Og þá mánudagurinn og fimmtudagurinn og föstudagurinn er þá notaður hérna til þess að pakka. Og það eru nokkuð margar afurðir og vörunúmer sem að þið eruð hér að framleiða. Það er bita, fiskur og svo framvegis. Já, við erum með 8 eða 10 vörunúmer en það eru 3, við erum með steinbít og við erum með þorsk og ýsu og svo er það svona misjannan pakningar og annað. En við erum að selja 400 gramma sem eru okkar vinsælustu pakningar í flökum og svo er bitafiskurinn líka vinsæll sko. Heimir segir að harðfiskneysla hafi aukist hér á landi. Salan sé alltaf mikil yfir sumarleyfistímann. Ríkar kröfur eru gerðar til hreinlætis og allrar umgengni í matvælafyrirtækjum. Húsnæði Darra á Grenivík uppfyllir allar slíkar kröfur. En hvað segir eigandi og framkvæmdastjóri Darra? Hvaða harðfiskur er nú bestur? Já, það er náttúrulega bara matsatriði en auðvitað allir sem eru að framleiða harðfisk, það er besti fiskurinn hjá þeim sem eru að framleiða, þannig að það hlýtur þá að vera okkar fiskur í þessu tilfelli. Verða þá ýsa eða steinbítur eða hvað? Ýsan er svona vinsælust. Þorskurinn er líka sko mjög líka, þetta er svona bara, fólk spyr oft sko hvort er betra ýsa eða þorskur, það er ekki sama bragðið að ýsa og þorski, það er bara þetta er svona matsatriði bara. Þannig að þú gerir ekkert upp á milli barnanna? Nei, þau eru öll jafn góð.